Kynningarfulltrúi og fjármálastjóri sem hér í sal. Ég býð ykkur velkomin til 279. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Á dagskrá í dag hér fyrst við aðeins öðruvís uppröð en svo hefð þegar fjárhagsáætlun undir. Þá hefjum við hér dagskrá á síðari umræðum fjárhagsáætlun 2020-2023. Síðan eru hér fundagerðir bæjarráðs númer 637, 638 og 639 tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Hafnarstjórnar númer 230 og 231 sömuleiðis tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Eignaskipulag- og umhverfisnefnd númer 246, íþrótta- og tómstundanefnd númer 66, fræðslunefnd númer 76 og síðan undir liðnum almenn mál. Mál sem tengist náttúrulega eins og með þekkja fjárhagsáætlunargerðinni. Það tillaga álagningu útsvars fyrir árið 2020, gjaldskrá fasteignagjalda og jafnframt tillögur að reglum þar undir lútandi reglur afslátt af fasteignaskatti til elli- og örorkulífeyrisþega fyrir árið 2020, reglur kjör starfsmanna sem eru endurskoðaðar reglur sem byggðar á innleiðingu jafnlaunastefnunnar og síðan breyting á aðalskipulagi vegna ferðaþjónustu Haycliffe. Þannig að við göngum þá til dagskrár hér í upphafi þess, hér nú og fyrst hér síðari umræða fjárhagsáætlun 2020 til 2023 og eins og þið þekkið þá hefur svo breyting orðið á náttúrulega framsetningunni og var kynnt hér til leiks síðast. Við vorum áður með fjárhagsáætlun og síðan starfsáætlunarnefnd en nú þetta orðið samþætt í svona aðgengilegra skjali sem hefur mikilvæg fyrirmyndar umsetningu hjá fjármálastjóra þannig að þetta verður nú læslega saman í heild. En Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri mun nú taka til máls og fylgja fjárhagsáætlun eftir hér, mæla fyrir fjárhagsáætlun til síðar umræðu. Gerðu svo. Forseti, bæjarfulltrúar, það gestir sal, virðulegu fjármálastjóri. Ég gleymdi ræðunni minna á borðinu, þannig að smá panik í byrjun. Nú, hér liggur fyrir tillaga fjárhagsáætlun ársins 2020 ásamt 3 ára áætlun árin 2021-2023 sem lögð fram til síðar umræðu í bæjarstjórn Fjarðabyggðar. Nú eins og við öll vitum að þá sameinaðist Fjarðabyggð og Breiðdalshreppur formlega þann 1. júní 2018 og fjárhagslegur samruni á sér stað í júlí 2018. Það komið því nokkur reynsla á rekstur hins nýja sveitarfélags en þetta ár sem að líða fyrsta heila rekstrarárið og að þessu ári má því draga einhvern lærdóm inn í framtíðina. Milli umræðna fjárhagsáætlun áranna 2020-2023 hefur verið farið yfir ýmsa þætti í fjárhagsáætlunni eins og ég svo sem ræddi þegar við fórum yfir þetta síðast. Þá var getið að 2 helstu óvissu þætti sem var áætlun jöfnunarsjóðs og eins vegar áætlun Hagstofunnar þjóðhagsspá. Nú hefur þetta komið fram og áhrif þessu 2 þátta og öðrum minni breytingum að sjá í þessari tillögu fyrir síðar umræðum. Og þá sérstaklega vil ég benda á í gögnum sem fylgdu með í sérstakt minnisblað fjármálastjóra þær breytingar. Við ætlum svo náttúrulega líka að finna þessar 15 milljónir sem við vorum í mínus í A-hlutanum. Niðurstaðan svo að ef ég fer aðeins yfir megin niðurstöður og þar breytingar sem orðið hafa að þá batnar ekstra niðurstaða í A-hluta 116 milljónir fyrir árið 2020 og 148 milljónir krónur í samstæðan í heild. Rekstrarafgangur A-hluta fer úr halla upp á 15 milljónir króna í afgang upp á 101 milljón króna. Í samstæðu fer afkoman úr 312 milljón króna hagnaði eða jákvæðri afkomi í 460 milljón króna jákvæða afkomi. Þetta svo betur rakið eins og ég segi í minnisblaði fjármálastjóra en þarna koma til nokkur atriði þar meðal þessi þjóðhagsspá en betri en áætlað var. Það var líka innri skekkja sem var í útreikningunum og fleira. Og svo náttúrulega áætlun jöfnunarsjóðs mun hærri heldur við gett ráð fyrir sem er 68 milljónir. Nú að venju samanstendur til af tölulegri umfjöllun annars vegar A-hluta bæjarsjóðs og hins vegar A-hluta saman, A- og B-hluta saman. Í A-hluta aðalsjóður og eignasjóður en í B-hluta eru veitustofnanir, rafveita, hitaveita, vatnsveita og fráveita og hafnarsjóðs, félagslegar íbúða, hjúkrunarheimila og sorpstöðva.
Svo nýbreytni var gerð við síðustu fjárhagsáætlun að sameina í eina fjárhagsáætlun áætlun næsta árs og 3 ára áætlun, þannig að nú þetta allt komið saman. Nú, eins og forseti nefndi, þá hefur við breytt framsetningu fjárhagsáætlun upplýsingarna, þannig að nú eru meiri ítar upplýsingar rekstur Fjarðabyggðar og vonandi er aðgengilegra að lesa þetta skjal og kannski þetta verði meira lifandi til framtíðar. Nú eins og ég nefndi í síðustu ræðu að í rekstri okkar er náttúrulega stefnt að 2 atriðum, að bæjarsjóður standi undir afborgunum lána ásamt öðrum skuldbindingum en við verðum þó að muna að lántökur eins og ég fór yfir síðast eru náttúrulega nauðsynlegar. Við þurfum að standa undir rekstri sveitarfélagsins og það kallar á stöðugt eftirlit með því að jafnvægi sem milli tekna og gjalda. Lækki tekjur þarf að tryggja gjöld lækki á móti svo að sveitarfélagið sé ekki rekið með tapi. Hallarekstur er eitthvað sem við stefnum alls ekki að. Eins og ég sagði áðan þá er niðurstaðan okkar svo að það verði afgangur af heildarrekstri sveitarfélagsins upp á 460 milljónir króna í A og B hluta, en í A hluta verði rekstrarafgangur upp á 101 milljón króna, þannig að við erum að ná því markmið okkar að standa undir rekstrinum. Nú hins vegar að ekki sé verið að taka lán fyrir rekstri eða reglubundum afborgunum lána og við erum heldur ekki að því, svo það komið nú bara skýrt fram svo það verði ekki einhver misskilningur það. Eins og ég sagði líka síðast að þá var mikil uppbyggingarskeið hérna á árunum 2004-2008 og ráðist í umtalsverðar fjárfestingar sem við erum ennþá að borga af og ég fór svo sem yfir það líka síðast hvernig sú staða og þróun þess til framtíðar er. Það mjög stutt í að þeim tíma ljúki en það árið 2024 sem við byrjum að sjá til sjólar hvað það varðar. En ég vil þó ítreka að lántökur vegna fjárfestinga er eðlilegu hluti á starfsemi allra aðila, eða rekstraraðila eins og sveitarfélaga, standi reksturinn og annar borð undir skuldbindingum. Hvað Fjarðabyggðar varðar er sveitarfélaginu á hinn bóginn skylt að vinna lækkun skuldaviðmiða, meðal annars þess að lækka vaxtagreiðslur og afborganir og hafa þannig aukið svigrúm til að auka þjónustu og byggja áfram upp innviði sveitarfélagsins. Í þeirri fjárhagsáætlun sem nú er lögð fram er meðal annars gert ráð fyrir 100 milljóna króna lántöku í veitum, en þar hafa verið og verða áfram mikla fjárfestingar. Verið er að klára Vatnstank og þess ári á Fáskrúðsfirði sem kostar 100 milljónir eða þar yfir og árið 2020 verður ráðist í að byggja Vatnstank í Fannadal í Norðfjarðarsveit. Það er svo sem ekkert eðlilegt að ekki sé möguleiki á því að taka lán, en það er ekkert sem segir að það lán verði tekið. Þetta er heimildis að taka lán fyrir framkvæmdum og það er svo sem eins og í ár alveg eftir að koma í ljós og síðast ári hvort að það lán verði tekið eða ekki. Áætlað er að handbært fé frá rekstri árum 2020 verði 1.224 milljónir og það standi straum af reglubundum afborgunum lána upp á 552 milljónir og fjárfestingu fyrir 746 milljónir. Skuldahlutfall samstæðu á A og B hluta. Þetta er nú líklegast besti hluti ræðunar. Fá svona smá brot. Skuldahlutfall samstæðu á A og B hluta lækkar úr 112% árið 2019 niður í 104% árið 2020. Nú í sveitarstjórnarlögum númer 138/2011 er svo regla að skuldaviðmið fyrir A og B hluta má ekki vera hærri en 150% af reglulegum tekjum. Staðan hjá okkur er svo að nú er gert ráð fyrir því að skuldaviðmið samstæðu A og B hluta eins og það er skilgreint í lögunum lækki frá því að vera 84% í árslok 2019 í 78% í árslok 2020, þannig að við erum næstu í helmingi neðar heldur en við lögin gera ráð fyrir sem sýnir þann sterka rekstur sem við erum hér og er mikið tilefni til bjartsýni fyrir framtíð þessa sveitarfélags. Nú afkoma fyrir fjármagnsliði í A hluta er 333 milljónir og í A og B hluta samanlagt 738 milljónir. Heildartekjur í A hluta er spáð 6,3 milljarðar en í A og B samanlagt tæpir 8,6 milljarðar. Eins og ég sagði áðan þá ræddi ég skuldirnar síðast, ég ætla svo sem ekkert að fara að endurtaka það hér. Tekjuspá sveitarfélagsins fyrir árið 2020 eru venjusamkvæmt unnin af varúð. Tekjugrunnurinn er engu síður sterkur og hvílir á stoðum öflugra fyrirtækja í sjávarútvegi, álframleiðslu og tengdri þjónustu sem og íbúðum okkar. Reynslan hefur sýnt að tekjur sveitarfélagsins eru alla jafna áætlaðar með mikilli varfærni og er mat á spá með 1. ágúst 2020. Nú er ég hérna aðeins að ruglast.
Já. Útsvar á hafnargjöld varfærin og breyting frá útkomu ársins 2019 því minni en almenn launaþróun gerir ráð fyrir. Þannig erum við að sýna að við séum prúdent. Hefur hér mikil áhrif svo óvissa sem uppi vegna þess loðnubrests sem að talað hefur að verði jafnvel á næsta ári eins og var aftur núna síðast. Það væri náttúrulega miður ef að svo yrði en við gerum þá allavega ráð fyrir því erum þar að lendi svona varkár. Í þessari fjárhagsáætlun verulega aukin framlög til menningarmála. Bókasafnskort verða framvegis ókeypis eins og verið hefur undanfarin ár leggur fjárhagsáætlun áfram áherslu á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð. Við gerð fjárhagsáætlun 2020 munu flesta gjaldskrár hækka í samræmi við lífskjarasamninga 2,5%. Fæðisgjaldskrár grunnskóla og gjaldskrár leikskóla og tónlistarskóla standast áfram samanburð við önnur sveitarfélög. Systkinaafsláttur í leikskólagjald óbreyttur og ásamt tónlistargjaldi með því hagstæð sem gerist á landinu. Þá hafa verið stigin fyrstu skref í lækkun skólamáltíða í Fjarðabyggð. En við erum núna að taka skref númer 2 því að frá og með 1. ágúst 2020 með skólamáltíð kosta 150 krónur en kostaði árið 2018 450 krónur. Þá hafa allir flokkar í bæjarstjórn sammælst að framkvæma átak í málum í fjölskyldunar en með því að sameina fjölskyldusvið í eitt svið og ráða þar inn fleira fólk. Þessi breyting verður innleidd með aðferðum Austurlandslíkarsins að leiðarljósi. Þá auknu fé veitt til leikskólastígsins sem og til menningarmála. Þá ákveðið að fara í heilsuátak fyrir eldri borgara í samstarfi við Janus heilsueflingu. Með þessu áfram lögð áhersla á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð til framtíðar. Ég ætla að nefna henni í lokin framkvæmdirnar, þær verða töluverðar árið 2020 líkt og undanfarin ár og ég nefndi fór svo sem yfir síðast, það ofanflóðarnir á Norðfirði, það viðbygging leikskólans á Lyngholt á Reyðarfirði, það að hefjast þarfagreining fyrir stækkun á leikskólanum á Eskifirði. Ennfremur munum við halda áfram uppbyggingu gatna, skólavegurum mun þar skapa áfram stæðstan sess en vonandi lýkur vinnu þar á næsta ári. Það verða áfram verulega framkvæmdur á vegum Fjarðabyggðar hafna en þar munur stæðst vera vinna á Mjóeyrinni Mjóafirði, Mjóeyrarhöfn og svo á Eskifirði. Heildarfjármagn til framkvæmda á árinu 2020 áætlað 746 milljónir króna. Fyrir liggur að mikil þörf á framkvæmdum og uppbyggingu innviða í Fjarðabyggð og tekur þessi tillaga að fjárhagsáætlun miða því með árlegum fjárfestingum á árunum 2020 til 2023 fyrir krónur 620 til 750 milljónir á ári. Að styrkir þetta samfélagsþróun og rekstrargrundvöll sveitarfélagsins. Eins og áður segir verður aðhald í rekstri sveitarfélagsins viðvarandi á næstu árum og áfram verður leitað hagræðingartækifæra. Sú fjárhagsáætlun sem hér lögð fram unnin með hliðsjón af fjármálareglum og fjárhagslegum viðmiðum sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnarlögum númer 138/2011. Takk fyrir. Takk fyrir Karl. Orðið þá laust hér við síðar umræðum fjárhagsáætlun og óska eftir að fá að taka til máls og byrja náttúrulega á því að þakka fyrir þessa innleiðingu inn í síðar umræðu fjárhagsáætlunar. Ég veit nú tækifærið eins og síðast að þakka starfsmönnum Fjarðabyggðar fjármálastjóra kærlega fyrir þeirra störf við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar sem búin að standa yfir náttúrulega svo þið þekkið nokkuð tíma og jafnframt svo sem þeirri vinnu sem lagst var í milli umræðna því að það lá fyrir að við myndum fara hér dýpra í milli umræðna og fara yfir rekstrarliði sveitarfélagsins og bæjarstjórinn komið inn á þær breytingar sem hafa orðið sem gera það verkum að afkoma Fjarðabyggðar hefur tekið mjög góð og gerir það verkum að sú heimild sem við höfum hort til að við hefðum í svona til lántöku í tengslum við A-hluta inn í næsta ár óþörf. Við svo sem höfum alveg frá gengið og ræddum hér á síðasta fundi að heldum það litla líkur á til þessarar lántöku þyrfti að grípa, þessar heimildar þyrfti að grípa þar sem við höfum ávallt verið með varfærinni tekjuspám sveitarfélagsins bara í gegnum árin og leið sem hefur þá endurspeglast þegar einmitt verða ákveðin áföll eins og varði á þessu ári þegar að bregst veiðistofn að þá getum við mætt í innan okkar áætlunar. Ég ætla áður en lengra haldið fá að lesa þér bókun frá bæjarfulltrúum Framsóknarflokks, Fjarðalista og Miðflokksins hér við síðar umræðu sem að jafnframt til umræðu hér.
Hún er svo hljóðandi bókun Framsóknarflokks fjarlista og miðflokks við síðari umræði fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 og til 3 ára. Nú þegar síðari umræðum fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2020 og til 3 ára er lokið, þá vilja bæjarfulltrúar og áhafnarflokka lýsa ánægju sinni með niðurstöður áætlunarinnar. Í forgrunni eru breytingar á fjölskyldusviði Fjarðabyggðar sem nú koma til fullrar virkni í upphafi árs 2020, þar sem megin áhersla er lögð á innleiðingu Austurlandslíkansins með snemmtaka íhlutun leiðarljósi og gildi öflugra forvarna. Þar er meðal annars áhersla á barnavernd og stöðugildi aukin í þeim málaflokki. Þannig mun sveitarfélagið halda utan um íbúa sína enn betur. Þá eru málefni fjölskyldunar í forgrunni eins og áður. Gjöld vegna leik- og skóladagheimila ásamt tónskólagjöldum eru með þeim lægri á landinu og afslættir virkin á milli þessara skólastíða. Stigið verður næsta skrefið þeirri stefnu að gera skólamáltíð í gjaldfrjálsa með lækkun helming á núverandi gjaldskrá frá 1. ágúst 2020 og mun þá hver skólamáltíð kosta 150 krónur. Rétt er að minna á að Fjarðabyggð er heilsueflandi samfélag. Matselar í leik- og grunnskólum er hannaður næringarfræðingi sem byggir á ráðleggingum mataræði frá embætti landlæknis og með því tryggjum að börnin fá hollt og næringarríkt mataræði. Þetta eru mikilvæg mál fyrir barnafjölskyldur og gera Fjarðabyggð enn betri stað til að búa. Áfram er staðinn vörður gott skólastarfi leik-, grunn- og tónskólum Fjarðabyggðar og sérstaklega sett auki fé til leikskólana til að bæta starfsumhverfi starfsfólks þeirra ásamt auknu fé til menningarmála til að auka mannlífið enn frekar. Þá eru sett fjármagn til heilsuátags eldri borgara með innleiðingu Janusarverkefnisins til að auka lífsgæðira. Afnót íbúa bókasöfnum sveitarfélagsins verða gerð gjaldfrjáls og þannig lagt til þjóðarátags læsi og safnastarf sem er sett í forgang og hort þar sérstaklega til Stríðsráðsafnsins á Reyðarfirði á næsta ári ásamt uppbyggingu á framtíðar skjalaaðstöðu fyrir sveitarfélagi. Í fjárfestingum er áfram hortið þeirra sem eru hvað nauðsynlegasta með fjölgun íbúa og hag sterks atvinnulífs í huga. Megin fjárfestinga alhluta verður áfram í stækkun leikskóla Reyðarfirði ásamt því að unniði nú að kostnaðar og þarfagreiningu fyrir stækkun leikskóla Reyðarfirði með það fyrir augum að ráðast í hönnun vegna þessa á árinu 2020. Þá er einnig unnið að kostnaðargreiningu og framkvæmdi við Fjarðabyggðarhöllina til undirbúnings framkvæmdi við hana á kjörtímabilinu. Megin fjárfestingar Hafnarsjóðs á komandi ári verði í uppbygging á nýrri hafnaraðstöðu við Fiskiðuvör, Eskju og Eskifirði og stækkun Mjóarhafnar á Reyðarfirði ásamt viðlögukant á Stöðvarfirði. Sjávarútvegur og iðnaður eru burðarás sveitarfélagsins og áfram verður framkvæmd til að standa við bakið á atvinnulífinu. Án öflugs atvinnulífs er engin velferð og að því leyti erum við heppin hér í Fjarðabyggð. Þá verður að hlúa öðrum vaxtarsprotum í atvinnu eins og ferðaþjónustu. Þá mun verða áfram unnið að innviðauppbyggingu í Breiðdal eins og samið var í tengslum við sameininguna á árinu 2018. Megin niðurstaða fjárhagsáætlunar er að rekstrarniðurstaða í alhluta skilar afgangi upp á 101 milljón króna og í samstæða afbilhluti 460 milljónir. Stefnir í að skuldaviðmið sveitarfélags Fjarðabyggðar verðum 78. Stefnir í að skuldaviðmið Fjarðabyggðar verðum 78% í árslok 2020. Við bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins, Fjarðalistans og Miðflokksins sem ánægð með fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnunarfjárhag 2020 en teljum hana endurspegla vel fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins og geti þess til að þjónusta íbúa sína sem best og skapa þannig samfélag sem hefur jafnrétti og jöfnuð að leiðarljósi stendur í fremstu röð sveitarfélaga hér á landi. Ég held, hvernig sem á, ég reyndar hefði gjarnan viljað að þetta væri bókun bæjarstjórnar allrar en hefur gerð grein fyrir því að menn hafa þetta mismunandi nálgun en í grunninn erum við að leggja hér fram fjárhagsáætlun sem ég held og endurspeglist að við séum öll sammálum bæjarfulltrúar. Við erum öll sammálum þessar meginlínu sem við erum að draga í rekstri Fjarðabyggðar. Við höfum verið sammálum það að vera með málefni fjölskyldunar í forgrunni. Hér hafa verið gerðar breytingar og svo fjölskyldusvið á þessu ári í mikilli sátt bæjarstjórnar sem er mjög nauðsynleg. Það sem við erum að horfa til þess til framtíðar að bæta þjónustu, efla einstaklingan okkar og þá líka þannig verði til fjárhagslegu hvati í framtíð að við vonum að þessi málaflokkar með því að grípa inn í þá fyrr þá verði þeir léttari ég mun segja fjárhagslegu tilliti til framtíðar en það er ekki aðal meining í svona aðgerðum. Fyrst og síðast snýst þetta að gera samfélagið betur til þess fallið að styðja þá og styrkja sem á þurfa að halda og það held ég að sé grunntónnin í öllum okkar aðgerðum. Við getum haft meiningar að skipta skoðunar því með hvernig skuli nálgast lækkun til skólamáltíða. Hvar það er verið forgangsröð. Það er eðlilegt og það er bara hluta stjórnmálum. En enga síður, hvernig sem við líta á, hvað sem við líta á lækkun skólamáltíða í átt að gjaldfrelsi þeirra sem jöfnunartæki til þess að jafna aðstöðumun barna bæta samfélagið, þá líka þetta getur sammála um það að með því erum við að líka að sýna og sanna að sveitarfélagið er í ákveðinni stöðu
gagnvart því að sýna það gagnvart fjölskyldufólki við metum það mikils og viljum létta fjölskyldum sem mest róðurinn, af því að ýmsar aðrar áskoranir í lífi fólks þegar það að ala fjölskyldu sínar, hvort sem í húsakaupum eða fleira slíkt, þarna sé þá ég er algjörlega sannfærður sjálfur og hef alveg verið það lengi að þau gjöld, að því að við höfum ekki áhrif því miður á húshitunarkostnað eins og þau vilja hafa og geta gert hann lægri að jafna hann á landinu, en við höfum margoft ítt á ríkisvaldi og vonandi verður það til þess á þessu kjörtímabili. Það sé kominn pólitískur vilji á Alþingi til þess að horfast í augu við það jafnréttismál. En þá þetta sveitarfélag að gera það að verkum að samkeppnishæfni þess ætti að vera veruleg. Við ættum að hafa verið samkeppni forskot þegar kemur að því að fólk vil flytja eða á þetta svæði eða horfið til þess og við þurfum að koma því á framfæri. Og það verður verkefni núna eftir ég gerum ráð fyrir þessi fjárhagsáætlun verið samþykkt. Að það þá líka verkefni með miðlum því að við segjum við erum með ekki bara góða skóla með góðu starfsemi. Við erum líka að gefa í þar, við ætlum okkur að bæta starfsumhverfi þar, við ætlum okkur og erum sannlega að segja hér eru gjöld lægri heldur í víðast hvar. Og það verður fróðlegt að sjá og ég vona að til dæmis verkalýðshreyfingin sem hefur gert mikið af því að fara í gegnum gjaldskrá sveitarfélaga og byrtu það samanburð, gera það núna, það verður fróðlegt að sjá hvar við stöndum. Ég held að við séum vera með lægstu í lægri kanti allavega, ef ekki með þeim lægstu sveitarfélagum sem í leikskólagjöldum, í skóladagheimilisgjöldum með virka afslætti milli sískin og með skólamáltíðnar, að þá sé það verulega hvetjandi fyrir fólk að koma út á þessu. Við höfum atvinnu, við þurfum að efla hana og það líka hið eilíða verkefni. Það verkefni ekki bara ársins á næsta ári, það verið verkefni síðast ári og það verkefni áfram að við aukum fjölbreytileika okkar, sköpum samfélag, en það líka að vera samfélag sem gera verkum að atvinnurekendur vilji setja upp þjónustu, vilji auka við starfsemi sína, sjáu sér fært að gera. Þetta þurfum við að gera og þetta vantilega stóra verkefni okkar sem bæjarstjórnar að skapa umhverfi hér, þannig að hér vilji sem flestir búa, hér vilji sem flestir setja upp starfsemi og hér vilji menn reka atvinnu og þjónustu, hér sé möguleikar. Ég er fullviss um það að við höfum til þess að tækifæri, en það er ekkert verkefni sem maður getur sagt, það er verkefni núna, það er eilíða verkefni, nákvæmlega svo er eilíða verkefni að fylgjast með rekstri sveitarfélags og finna út hvernig honum sé best komið. En ég held að það sýni og sanni að í þeirri vinnu sem fór á milli umræðan í bæjarstjórn núna, sem fór á milli umræðana, svo vinna sem var gerð hér á milli umræðan í bæjarstjórn og fjárhagsáætlun, að sýni það að við höfum í gegnum árin, erum við búin að fara í gegn reksturinn hefur komin, ég held að reksturinn okkar sé með miklum ágætum, en hann er þungur og hann er stór og hann er dýr og þann verður það áfram sko. Þetta samfélagsmynd sem við auðvitað teljum og vitum að styrkur okkar sem sveitafélagsins Fjarðabyggðar, en samfélagsmyndin er þetta maður hverfi og gerir það verkum að það verður alltaf meira áskorun. En ég held að tækifærin séu fleiri heldur en áskorannar sem í þessu felast og við þurfum að hugsa vel um það hvernig við gerum það. Við viljum að fólki setja stað í öllum hverfunum okkar og við viljum að það dreifi sig mest. En þannig að mörguleiti ánægður sáttur, auðvitað vill maður ávallt fjárfesta meira og það eru þarfir til fjárfestinga. Við erum líka núna og búin að vera á þessu ári og síðustu ár að skoða hvernig við getum hagrætt í okkur eignasafni sagtir. Við höfum verið að láta eignir, við þurfum að fara betur í gegnum það næsta ári og losa okkur þær eignir í hendur og öðrum sem geta þá nýttar, sem við erum ekki að nýta og erum ekki að nýta og munum sjáum ekki fyrir okkur á komandi árum. Því það er betra þá að láta þær út úr rekstri fara algjörlega, heldur en að stundum er sagt, ég er alveg fyrir það í sveit, það er betra að eiga en vanta sko þegar maður voru að geyma tæki og tól í mörg ára þegar getur einhvern veginn komið þörf fyrir varahlutin úr þeim, svo kom kannski aldrei, því að tæki sem átt að nota varahlutin í var líka ónýtt sko. En það getur ekki verið betra einhvern veginn að horfast í augu það sem maður mun ekki nota og sér ekki fyrir sér, að láta það fara í hendur, selja það út úr rekstri og takast á við þá, komist líka þarfir seinna, takast á við þær þá. Þetta er þetta bara liður í að einfalda og gera rekstur okkar betri og styrkja okkur hér. Þannig að við þurfum bara að rýna rekstur okkar með reglum millibili eins og við höfum verið að gera í gegnum árin núna með reglum hætti að fjármálastjóri kynnir okkur stöðu rekstur sem við þurfum líka rýning og hann tekur breytingum.
það er ekkert kerfi svo gott að það sé þannig aldur og ævi. Það er bara ekki þannig. Maður þarf reglulega að skoða það og velta fyrir sig því að tímandi breytast, umhverfi breytist, tíðarandi breytist, þá verður maður að taka breytingum með það. Stundum er það afskaplega nauðsynlegt. Þannig að ég er, eins og ég segi, að mörguleyti sáttur þessa fjárhagsáætlun. Ég skal viðurkenna að það var ánægjulegt að halda aukafundi í bæjarráði á þriðjudaginn og taka til þess að leiðrétta eða fá frá fjármálastjóra athugasemdir sem bent til þess að það væri leiðrétting sem benti til þess að afkoman hefði batnað enn frekar. Maður var vanur því áður í kringum eftir hrun að það væru frekar leiðréttingar sem væru til þess að þyngja rekstur. En eins og ég veit að þetta er bara þarna sýnir líka þá vinnubröð sem við höfum hér er farið vel og vandlega yfir. Þarna erum við búin að fara það þétt í gegnum hana, við sjáum hvernig hún er. Þannig ég held að við getum tekist á við næsta ár full bjartsýni þó að séu ýmsar blikur eins og eru komið fram á lofti auðvitað í tengslum við það sem við erum samfélag sem byggir útflutningi og við byggjum á sjávarútvegi, við byggjum á iðnaði eða það eru þetta ýmsar blikur þá getum við samt erum við undir búin að takast á áföll sem vonandi verð ekki, vonandi rætist úr því en við erum þá undir búin takist ekki. Það var svo ekki fleiri sem ég segja, orðið er laust. Hér í síðar umræðum, vil einhver kveða sér ljós? Rúnar Gunnarsson, veit ég svo. Forseti, bæjarstjóri og félagar. Ég ætla nú aðurlítið að gera grein fyrir því af hverju ég ætla að styðja þessa fjárhagsáætlun. Mér finnst einfaldlega að ég komast bara lengra að mínu markmiðu með því að reyna að vinna með þeim í fjárhagsáætlun. Ég er í minnihluta og ég kemst ekki með allt sem ég vil í gegn. En fasteignagjaldið má lækka en framlag ríkisins er bara það hátt að mér finnst við ekki geta staðið á því að lækka gjaldið. Þannig við þurfum að finna aðra leiðir fyrir íbúana til þess að lækka á þá skattana. Þannig að við fórum í það að lækka frárennslisgjald og það lækkar 16 milljónir og ríkið lækkar ekki sín framlög á frárennslisgjöldum. Maturinn fyrir börnin í skólanum er komin í 150 krónur. Það var mjög ofarlega á okkar óskalista í Miðflokknum og þess vegna styð ég það. Þetta er ágætis leið og vonandi förum við bara alla leið á næsta ári. Hefðu við farið í 0,45 með fasteignaskattinn þá hefðu við lækkað gjaldið hjá íbúunum 25 milljónir en ríkið hefði lækkað 20 milljónir til okkar. Þannig að það er í raun ekki bara við getum ekki stað í því að fara þá þessa leið. Við þurfum að finna aðra leiðir. Ég er með fleiri leiðir í vasanum sem ég mun nota á næsta ári og ég held að þá munum við ná enn meiri árangri. Þannig að ég er nokkuð ánægður bara með þessa fjárhagsáætlun. Hún skilar okkur hagnaði og við greiðum niður og allt þetta. Þannig að ég held að þetta sé til af því góða. Takk. Þakka fyrir Rúnar. Eydís Ásbjörnsdóttir með málið, gerð svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja aftur á því að þakka þá sérstaklega fjármálastjóra sem situr hér í sal, bæjarstjóra, sviðsstjórum, nefndafólki og bæjarfulltrúum og öðrum starfsmönnum fyrir þá vinnu sem búin er að vera við gerð fjárhagsáætlunar. Hér erum við að leggja fram fjárhagsáætlun 2020 og til 3 ára til síðar umræðu og það hefur orðið jákvæð breyting á milli umræðina eins og bæjarstjóri og forseti hafa farið hér vel yfir.
Ég er mjög ánægð með að leggja fram þessu áætlun og þá sérstaklega þeim aukna stuðningi og þjónustu sem við erum að veita hérna fjölskyldum í Fjarðabyggð og vil ég þá nefna innleiðingu Austurlandslíkansins, snemmtæka íhlutun, áframhaldandi niðurgreiðslu skólamáltíða í leik- og grunnskólum, aukinni þjónustu og heilsueflingu eldri borgara í samstarfi við Janus heilsueflingu og ásamt því erum við að setja aukna fjármuni til menningamála sem ætti að koma öllum til góðs. En áfram verður þó mikilvægt að gæta aðhals og það reksturinn er þungur, það eru margir óvissu þættir eins og varða tekjur og gjöld og þá mest óvissan gagnvart kjarasamningum og veiðiheimildum og gerum við til að mynda ekki ráð fyrir því að loðnuvertið verði hér á næsta ári í áætlunum okkar. En samt sem áður, þannig að áætlað er að skuldaviðmið fari niður í 78% og rekstrarafgangur A og B hluta hljóði upp á 460 milljónir sem gerir þessa niðurstöðu fjárhagsáætlana mjög jákvæða. Þakka fyrir Eydís, vilja fleiri kveða þessi hljóðs undir fjárhagsáætlun síðar umræðu. Svo virðist ekki vera, þá ber ég fjárhagsáætlun 2020 til atkvæða, 2020 til næstu 3 ára, 2023, þeir sem hana samþykkjafinskiða merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum, einhver á móti, fulltrúar dýrist að sitja hjá. Þá er bæjarfulltrúum fyrir þennan lið og þá göngum við til dagskrár og þar eru fyrst fundagerðir bæjarráðs, göngum við áfram til dagskrár, fundagerðir bæjarráðs nr. 637, 638 og 639. Tekna saman leið og ég opna mæliskrá veki athygli á vanhæfni minni undir lið 3 í fundagerð bæjarráðs nr. 637 sem er umsókn stækkun lóðar vegna Bakkavegs 5 eins og ég áður sagt þá er ég að vinna fyrir Samvinnufélag fyrir útgerðarmanna í, ég hef ekki að segja í svona hlutastarfi tengt þessu verkefni og hef hvorki tekið þátt í umræða afgreiðslu þess hér innan bæjarfélagsins, það sem því lítur að bæjarfélag sem snýr aðalega að lóðumsóknum og öðru slíku. Þannig ég óskandi að þetta verði tekið hér til afgreiðslu á eftir og mun þá Eydís Ásbjörnsdóttir taka við stjórn þennan lið þannig að sá liður verði tekið til umfjöllunar og afgreiðslu að lokinni annar umfjöllunar og afgreiðslu bæjarráðs fundagerða. Orðið laust, Eydís Ásbjörnsdóttir beðum orðið gerðu svo Eydís. Forseti, ég ætla að fara hérna yfir nokkra liði í þeim 3 fundagerðum bæjarráðs sem liggja hérna fyrir. Ertu með hérna? Já. Fundagerð 637, liður 1. Það kom beiðni frá starfsmönnum bókasafnanna í Fjarðabyggð, þar sem var óskað eftir auka fjárveitingu upp á 360.000 til bókakaupa nú á árinu 2019. Þar sem er verið að huga að kaupa bækur eins og fyrir hérna sem eru að koma núna inn fyrir jólavertíðina og við samþykktum þessa beiðni og bara mikilvægt að hérna, það var þetta skorið á sínum tíma af þessum lið og hérna þarna ætlum við að koma aðeins á móts við það. Það er liður 8 í sömu fundagerð, þá kom Lilja Guðný Jóhannesdóttir, skólamestari við Verkmenntaskóla Austurlands inn á fund bæjarráðs og fór aðeins og kynnti starfsemi skólans og fór yfir stöðu skólans. Og bæjarráð bókaði hér að bæjarráð Fjarðabyggð lýsir yfir ánægju með fjölgun nemenda í Verkmenntaskóla Austurlands og það er gríðarleg styrkur fyrir Austurland að hafa starfs- og verknámsskóla á svæðinu enda mikil þörf fyrir iðnmenntað fólk hér sem og á landinu öllu. Því tekur bæjarráð undir áhyggjur Verkmenntaskóla Austurlands að fjármögnun skólans frá hinum opinbera er ábóta vant. Bæjarráð skorar á fjárveitingavaldið, menntamála yfirvöld og þingmenn kjördæmisins að tryggja fjármagn til reksturs Verkmenntaskóla Austurlands til framtíðar. Þessi bókun var svo send á þessa aðila. Þannig að það er mjög mikilvægt að ríkið komi inn í þessi mál, en verkmenntaskólinn er í rauninni eini iðnskóli verkmenntaskólinn frá Selfossi og að Akureyri ef við förum þann hringinn.
Á fundi 638 þá kom liði 1, þá kom hún Lilja Dögg Aradóttir, nýráðin verkefnastjóri umhverfismála. Íris Dögg Aradóttir, verkefnastjóri umhverfismála, inn á fund bæjarráðs og fór yfir helstu verkefni og það er áskorunum sem í sorpmálum sem svona við tökum saman. Þá er það svona frekari flokkun úrgangs og betra utanumhald utanum þessi mál. Það var lagt fram minnisblað frá bæjarritara stöðu lagningu ljósleiðara í dreifbýli í Fjarðabyggð og ásamt svona yfirleiti yfir þessi verkefni og bæjarráð samþykkti að sækja styrk til 3 verkefna sem tekið fram hérna í minnisblaðinu, en það er mjög mikilvægt að klára þessi mál áður en að verkefni Íslands ljósleiðs lýkur, en því á að ljúka árið 2021. Tór Arni Berg, forstjóri álversins, Alcoa Fjarðaráls, ásamt Dagmari Íris Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúa, kom inn á fund bæjarráðs og ræddu málefni fyrirtækisins. Óska Tór Arni Berg vera velkomin inn í okkar samfélagi og velferðnar í starfi, en það er mjög mikilvægt fyrir okkur að hitta hann og vera þá í góðu samstarfi í framhaldinu. Við bókuðum einmitt lið 9, það var staða löglarsfulltrúa við embætti sýslumanns á Austurlandi og með leyfi forseta ætla ég að lesa upp þessa bókun. Vakin hefur verið athygli bæjarráðs Fjarðabyggðar á því að til standi að leggja niður stöðu löglarsfulltrúa á sýsluskrifstofuna á Eskifirði. Því vill bæjarráð árétta við sýslumannin á Austurlandi að í reglugerð umdæmi sýslumanna sem sett var árið 2014 í kjölfar breytinga á embættinu kveðið á að á Eskifirði eigi að vera sýsluskrifstofa. Ljóst er að á sýsluskrifstofu hljóti að eiga að starfa löglari fulltrúi til að fylgja eftir þeim málum sem þar eru til vinnslu. Ásamt því að veita almenningi lögfræðilega þjónustu. Þar sem starfsvæði sýslumannsins á Austurlandi landfræðilega mjög stórt nauðsynlegt að aðgangur að þjónustu sé með þeim hætti að hægt sé að sækja hana á fleiri en einum stað í umdæminu. Því hafnar bæjarráð Fjarðabyggðar því með öllu að sýslumaðurinn á Austurlandi leggi niður stöðu löglarsfulltrúa á sýsluskrifstofuna á Eskifirði og mun ekki sætta sig við slík vinnubrögð. Enda væri það ankannalegt að í Fjarðabyggð starfaði engin slíku fulltrúi, en í hinu nýsameinaða sveitarfélagi, Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðar, Borgarfjarðar og Djúpavogs séu bæði aðalskrifstofa og sýsluskrifstofa embættisins með 2 fulltrúum og sýslumanni. Þá verður að horfa til þess að í Fjarðabyggð eru meðal annars flestar þinglýsingar og mestar tekjur af starfsemi hjá sýslumanninum á Austurlandi. Ef það reynir satt að leggja eigi niður starf löglagsfulltrúa í Fjarðabyggð er þetta óásættanleg stjórnun embættisins. Bæjarráð felur forstöðumanni stjórnsýslu að senda bréf til dómsmálaráðherra, þingmanna Austurlands og sýslumannsins á Austurlandi. Og við munum fylgja þessu máli stíft eftir og enda eins og hefur komið fram að þetta er algjörlega óásættanlegt ef að verður. Á sama fundi var lagð fram bókun vegna rannsókna á Loðnustofni. Bæjarráð, með leyfi forseta, lesa hann upp. Bæjarráð Fjarðabyggðar skorar á stjórnvöld að stórefla vöktun og rannsóknir á loðnustofninum því öflugar hafrannsóknir eru forsendur sjálfbærar verðmætasköpunar í sjávarútvegi og mikilvægt að stjórnvöld fjárfesti í þekkingu á sviði sjávarútvegs með auknu fjármagni til rannsókna. Í lögum veiðigjald er tekjum ríkisins af veiðigjaldinu meðal annars ætlað að mæta kostnað ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum. Bæjarráð skorar á stjórnvöld að tryggja að tekjur ríkisins af veiðigjaldinu skili sér í auknum mæli í rannsóknir eins og þeim ætlað.
Loðnubrestur annað árið í röð mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir atvinnu og efnahag í Fjarðabyggð sem og á landinu öllu. Mikilvægt að vakta og rannsaka hagi loðnunar til hlítar, svo að ákvarðanir veiðar byggi á vísindalegum niðurstöðum stærð og hag stofnsins sem stuðlað geti að sjálfbærum veiðum til framtíðar. Og þetta er þetta bara mjög mikilvægt að því allar, eins og við vitum að allar rannsóknir sem núna hafa verið gerðar benda til þess að það verði loðnubrestur einnig á næsta ári. Fer aðeins yfir þú sem búin að afgreiða fjárhagsáætlunina en þá bókum við á fundi 638 að í sambandi við leikskólan á Eskifirði að þá við höfðum bókum á milli umræðina að það ætti að vinna í því og leggja það fyrir seinni umræðu þarfa og kostnaðargreining. En við bókum við þann lið í fundakjör 638 að ljóst að þörf fyrir endurbætur og stækkun á húsnæði leikskólans Dalborgar á Eskifirði til að koma móts við fjölda barna og aðstöðu starfsmanna til að mæta nútíma kröfum. Bæjarstjórn hefur áður samþykkt að farið yrði í kostnaðar og þarfagreiningu með slíkt í huga milli umræðana fjárhagsáætlun 2020. Þá jafnvel farið í að skoða lausnir til að brúa bil fram að byggingaframkvæmdum en horft yrði til að ráðast í hönnun á næsta ári. Skipaður hefur verið starfshópur til þessara verka en ljóst er að vinna við umrædda greiningu og lausnir eru umfangsmeiri en svo að henni ljúki milli umræðna. Því mun bæjarstjórn taka máli fyrir á nýju leið og þeirri vinnu lýkur í upphafi árs 2020 og gera viðauka við fjárhagsáætlun vegna niðurstöðu þeirrar vinnu. Og þessi hópur þegar tekið við störfum og byrjar að vinna. Þannig að við tökum á því þegar niðurstaða liggur fyrir. Takk fyrir. Myndís, ég ætla aðeins að fá að kveða með ljós öllstundir fundagerðum Bæjarás. Bara að koma hér nokkru liði, fórum að Bæjarás sem farið vel yfir flest. Það kannski aðeins bara tengslu við lið 1 beinum aukafjárveitingu til bókasafnana sem við vorum að samþykkja að jafnframt settum við til umræðu og umfjölluna inn í fjárhagsáætlunina gerð 2020 að auka líka aðeins við bókkaupaliðan, fara að vinna hann upp. Það er mjög mikilvægt að við förum að gefa aðeins þar inn. Við drógum þetta verulega saman í tengslu við hrunið en bókasöfnin okkar eru miklar og mikilvægar menningarstofnanir, ekki bara í samfélaginu, líka í skólunum. Við erum búin að viljum auka læsi, þá þurfum við líka að mynda að hlúa þessu á allan þann hátt, ásamt því að við ætlum okkur að hafa það opinn næsta sumar, lokaðum ekki við sumarið að fullu, heldur hafa það opinn, þannig að þetta er mikilvægt og við munum fara yfir það núna í tengslum við næsta ár. Aðeins bara að koma inn á undir eins og komið fram að skólameistari verkfræðiskólans kynnti hér aðeins starfsemina og jafnframt líka kannski þá stöðu sem uppir okkur finnst verkfræðiskólinn hefur áhyggjur af fjármögnun sinni til næsta árs og það er full ástæða til að taka undir það og við skoruðum á menntamálayfirvöld, fjárveitingavaldið og þingbennina að tryggja hér fjármagn til reksturs til þess að við getum rekið hér verkfræðiskóla með vindabrag. Bara áréttað að það er mjög mikilvægt. Verkfræðiskólinn er auðvitað framhaldsskólinn okkar í Fjarðabyggð. Hann ekki bæði hann náttúrulega okkur mjög mikilvægur og landinu öllu í að mennta og útskrifa fólk í iðn- og tæknigreinum. Þá ekki síður líka eru þarna líka framhaldsdeildir til stúdentsprófs. Það hefur sýnt sig og sannað með könnunum fyrir ekki svo löngu síðan að þeir nemendur sem hafa lokið slíku prófi hér að skila afskaplega góðum árangri í háskóla. Sem var gott að fá, ekki 4 ár síðan svo könnun var birt, svo síðasta. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við stöndum vörðum okkar skóla og nýtum hann. Það er mikið lífsgæði fólkin því að hafa slíkan skóla hér og þeir séu 2 á Austurlandi. Það er ekki síður mikilvægt. Þannig að það er líka verkefni bæðis þó við séum ekki rekstraraðilar skólans. Þá er hann hluti af okkar skólakerfi ef við höfum að líta á það þannig. Aðeins bara í sambandi við lið 9, bókunna stöðu löglagsfulltrúar sem formaður Bæjarás las hér upp hjá Bæjaráði. Þá er bara aðeins til að hnykkja því
Bæði hefur nú í fjölmiðli og jafnframt hefur komið svarbréf frá sýslumönnum á Austurlandi þar sem hann hefur gefið til kynna að hann sé ekki að leggja niður stöðuna en ætli ekki að ráða í hana allavega ekki tímabundið til sparnaðar. Ekki á nokkurn hátt ætla ég að draga úr þeirri þörf sem ég veit að hvílir á hans embætti eflaust eins og hann hefur skýrt frá opinberlega að hann þurfi að draga saman, hann hafi ekki það fjármagn sem hann þurfi til þess að reka embættið. Það er náttúrulega eitt og sér að það er sýslumaður náttúrulega að taka upp við fjárveitingavaldi, það þarf að taka upp við ráðherrann sinn og það þarf að taka upp við þingmennina. Það er stóra málið. Hitt er svona mál og það verður ekkert auðvitað hvað sama, þó ég hafi fulla samúð með sýslumannum á Austurlandi að hann þurfa að grípa til aðgerða, þá verður maður þetta að horfa með þess að lögum sýslumenn sem breytt var árið 2014 og reglugerð sem var sett í framhaldi af því starfsemi sýslumanna þar sem skilgreinda voru þeirra umdæmamörk, þeirra skrifstofur, sem svokölluð aðalskrifstofa, sýsluskrifstofa og útibú, kveður mjög skýrt á hvar það eigi að vera. Og reglugerðir og lög skildi mann ætla að væru aðrið hagræðingakröfum sem hann býr sér til sjálfur. Og því ger ég, og við gerum það skilja svo rétt, að skilja svo kröfu á sýslumann á Austurlandi leið og við sýnum honum fullan skilning og samúð því að hann þurfa að grípa til sparnaðar. Þá verður það að gerast á einhvern annan hátt en þennan. Það er ekki að okkar mati í boði að menn grípi til sparnaðaraðgerða sem ganga þvert á lög og reglugerð. Og sé stakkur hann svo þröngt sniði, þá sé það ráðherra og þingmanna, gerir ráð fyrir, að grípa til og finna út úr því með stofnuninni. En ekki að setja sveitarstjórnarmenn alltaf í þessa stöðu að þurfa að ganga fram með harðorðum bókunum til þess að minna bara á það sem búið er að festa í lög og reglur. Og það er þá lágmarki að breyta þeim lögum og reglum og það verður þá áhugavert að hlusta á þá umræðu sem mun þá fara fram með Alþingi og hvernig mann það réttlæta það. Þetta er nákvæmlega sama á umræðu við höfum haft uppi í tengslum með lögreglustjóraembættið því að við höfum fengið þann orrum, ef ekki að segja það, að þar hyggi menn á breytingar sem reyndar hefur rekinn tilbaka bæða þingmönnum og fundi okkar með þingmönn Norðurskjördæmis frá ráðherra að slíka breytingar standi til. En við heyrum það ítrekkað að það er að leggja niður lögreglustjóraembættið á Austurlandi og fela það undir Norðurland. Það er skýlausbrot á lögreglulögum og þeim breytingum sem voru gerðar þar. Og ég treysti því nú að trú að þetta sé bara orðrumur en ekki eitthvað sem ennum sannlega að skoða. Því að það er þá orðið verulega fullot og það rýmar þá illa við byggðaáætlun sem gekk út á það að flytja til störf og störf á staðsendingar. Þá held ég sé ágætt að menn byrjuðu að taka hann gildi og hætta þá bara að setja fram áætlanir sem ekki standa við á nokkurn hátt. Vildu frekar að draga þetta enn frekar saman inn í einhverja miðlægar einingar sem einhvern veginn stóran hluta vegna virðast því miður byggjast upp á Suðvesturhorninu. En ég trúi því og treysti, við bíðum fundar með dómsmálaráðherra, ný dómsmálaráðherra og hún hefur fengið þau skilaboð þaðan frá henni að þetta standi ekki til að gera breytingar á lögreglustjóraembættinu. Ég hef ber fullt traust til hennar og vona að við getum fundað með henni sem fyrst og farið yfir þær áhyggjur sem við höfum. Aðeins bara einmitt að eins og var hefur fram Sjálfstæðisflokkurinn kom með bókun sem bæjarráð sameinaðist í sambandi við vöktun og rannsókn á loðnustofnum. Það var gott því að það er mjög mikilvægt núna í þeirri ekki að segja því árferði eða hugsanlega þeirri stöðu sem uppi er að loðnan sé allavega skulum segja einhverja breytinga verðist að vera því að hún er ekki að koma í þeim þéttleika sem við þurfum að sjá hann til þess að geta gefið út kvóta á Íslandi. Það er mjög mikilvægt og ekkert bara þar heldur í öðru að rannsóknir séu hér með þeim hætti fjá þjóð sem treystir að stóru hluta á afkomu sína af sjávarafurðum hefur sett sér upp kerfi til að ganga hana af skynsemi með sjálfbæri nýtingu að leiðarljósi. Þá er mjög mikilvægt að það rannsóknir séu og það sé nota meðan í svo auka skattlagning sem lögð er á þessa atvinnugrein umfram aðra sem eru veiðigjöldin að eins og þeim á að vera skipta að hluta þeim áfært til rannsóknum það sannlega fari sá hluti til rannsóknum og það sé eldur þá þessi þekkingagrunni sem við þurfum til þess að umgangast auðlindina áfram til framtíðar með sjálfbæra nýtingu og virðingu að leiðarljósi. Fleira var það ekki, orðið laust um Fundargerðir Bæjarráðs. Enginn hefur kveðist ljós, þá ber ég þær upp til samþykktar að undan
skildum lið 3 í fundagerð 637, þeir sem þær samt ekki við skeiðmerki. Það eru samt þetta með 9 atkvæðum. Þá ætla ég óska þeirra að Eydís Ásbjörnsdóttir taki við stjórn fundar sem ég fá að víkja og stýri umfjöllun og afgreiðslu liðar 3 í áðurnefndri fundagerð. Gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, ágæti bæjarfulltrúar. Þá er til umræðu og atkvæðagreiðslu liður 2-3 í fundagerð 630. Það er Bakkavegu 5 í Neskaupstað, það er umsókn stækkun lóðar. Orðið er laust, vill einhver kveða sér til hljóðs? Ef svo er ekki þá ber ég lið 2-3 í fundagerð 637 upp til atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá má forseti koma í sal aftur. Takk fyrir Eydís. Þá er hér næst á dagskrá, það eru fundagerðir Hafnarstrætis með 230 og 231. Leði ekki orðlaust, þá skal þér fá hvaða mér aðeins hljóðs í þessum fundagerðum. Og þá bara kom inn og vekja athygli á örfáum atriðum. Kannski fyrst sem er nú svona gegnumgangandi, það er sem sagt á seinni fundin, en var samþykkt á fyrirfundinum að fá Jens Karl Helgason, framkvæmdastjóra Laxa, til fundar við okkur. Það sem vorum að ræða bæði náttúrulega uppbyggingu laxa fiskeldis í sveitarfélaginu en líka það sem laxar hafa svona vilja vekja máls á hvort við verðum til umræðum skoðun og hafnaraðstöðu við norðanverðan Reyðarfjörð í tengslum við laxeldera. Fyrir þá báta sem það þjónusta og þá uppbyggingu við viljum gjarnan og höfum átt gegnum tíðina afskaplega gott samstarf við laxa og ætlum að skoða forsendunar áfram bara og meta þetta og vega þetta og meta. Jafnframt var afgreitt á þessu fundi líka áður erindi sem hafði áður borist frá lögsum núna á liðnu sumri. Það sem var verið áskættir að fá aðstöðu í Hjálmeyri fyrir 6-8 eldisku. Við vorum búin að fara í gegnum þá vinnu og skoðun því að Hjálmeyri, í tengslum við Hjálmeyri líka efnistöku svæðið og sem við erum með leyfi á núna. Við höfum farið í gegnum það og það er fullur skilningur milli sveitarfélagsins og laxa að þetta svæði getur ekki nokkurn hátt að haft áhrif á þá efnistöku eða það efnistöku svæði sem við erum nú með og er fullur skilningur milli sveitarfélagsins og fyrirtækis það og verður farið sérstaklega yfir öryggismál líka hafnarsvæðisins. Þetta er líka öryggissvæði hafnarinnar þannig að þarna er bara grundvallast bara gott samstarf sem við höfum átt við fyrirtækið á svo mörgum sviðum frá því að hóf hér starfsemi í Fjarðabyggð. Jafnframt fórum við hér aðeins og samt við lið 5 sem stálþil sem kallast nú svo því nafni en það er þannig að við þetta erum með gríðalt magn eldri hafnarmannvirkja í Fjarðabyggð sem við höfum látið fylgjast mjög vel sem eru náttúrulega mótaðar að stærsta hluta með stálþilum. Stálþilin eru þeim eiginlega ókosti gætt að þau tærast þegar árin líða og við höfum fyrst vel við það er þetta ljóst núna að það þarf að fara í endurbætur á stálþilum vítt og breytt. Við létum forgangsaða því eftir skoðun í sumar hvað væri það sem væri lægi mest á og það er ljóst að það er svokallaður hafskipakantur á Eskifirði eða kanturinn það sem áður var umskipunarhöfn Eimskips sem núna er í miðbænum. Þar er orðin komin verulega viðhaldsþörf á stálþilið og við munum setja það í forgang síðan þurfum að fara í stálþilsviðgerðir bæði í Neskaupstað og Reyðarfirði og fleiri stöðum en þetta er svona það sem hvað mestar þarfar er uppi núna. Við vildum líka og fórum vel í gegnum það þarna og erum að skoða núna líka þá einhvers konar lítsháttar breytingar á höfni til þess að gera hana betur og garri til þess að þjónusta stærri skip að þau komist að því að þessi kantur líka snýr að Netagerð Eigersund þar sem náttúrulega skip mjög stór þurfa að koma til þess að með meiðafæri og við erum að skoða þetta svona litið vítt og nýta okkur líkt og við gerðum í viðgerðina á þilinu út á Norðfirði núna í sumar. Það sem við gerðum líka leið breytingar sem eru þá til frambúðar og nýtist þá bæði í endurnýjuninni og framtíðar plönum hafnarinnar. Það eins og áður sagði, það verður og það eru næg verkefni á hafnarsjóði til frambúðar. Þau mun ekkert fara minnkandi.
sem betur fer því að endur hann þannig öflugur og við höfum verið að láta nú taka saman tölur yfir umsvif og höfnum Fjarðabyggðar á þessu ári og vonandi verður það bókað og birt að vera tilbúið næsta fundi Hamstundar. Það var ekki fleira, vilja fleiri kveðsel undir fundargerð Hamstundar. Svo virðist ekki verið að bera upp til saðendar með 9 atkvæðum. Þá er það í næst fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar með 246, orðið laust hana. Engin kveðsljó sem ber upp til saðendar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð íþrótta og tómstundar með 66, orðið laust hana. Pálína Margeirsdóttir gerði svo vel. Já, forseti bæjarstjóri og góða fundamenn. Mér langar aðeins að taka fyrir lið 8.2 í fundargerð íþrótta og tómstundanefndar, en þar er ástand húsnæði sem hýsir félagsmiðstöðvar í Fjarðabyggð. Þarna fór nefndinni yfir lista sem forstöðumenn félagsmiðstöðvar í Fjarðabyggð skiluðu inn til nefndarinnar á síðasta ári. Það góða við að halda svona lista er að geta haka við það sem gert hefur verið, því að okkur hættir til að finnast að það sé aldrei neitt gert. En það hefur ýmislegt verið gert og listin hafi ekki verið tæmdur, enda tel ég listan vera lifandi plagg sem tæmist aldrei. Viðhald húsa á þessum aldri sem er í stöðugur í notkunni einfallega þannig að leið og eitt atriði er búið þá kemur bara eitthvað annað inn á listan í staðinn. Allar okkar félagsmiðstöðvar eru í húsnæði sem er komið til ára sinna, en eins og við oft rætt þá er húsnæði hér á Reyðarfirði elst, orðið 100 ára gamalt og þar þurfum við að fara að taka ákvarðanir. Hér eru við alltaf í einhverju biðstöðu, allt viðhald í algjöru lágmarki, þar sem við erum alltaf í rauninni að gæla við að fara eitthvað annað, en á því höfum við ekki fundið lausn. Og eftir því sem ég hugsa máli frekar, þá finnst mér að við þurfum kannski að fara að gera upp okkur hvað ætlum við að gera við húsið ef við tækjum félagsmiðstöðin út úr því. Því eins og flest annað, þá hefur náttúrulega húsnæði bæði kosti og galla. Helsti kosturinn sem ég sé staðsetningin sem er mjög góð. Það er lítið mál að gera gott aðgengi að húsinu og starfsemið sem þar fer fram í dag fer öll fram á fyrstu hæðinni. Gallarnir í dag eru fjölmargir og snúa þeir flestir af viðhaldsleysi og því að húsið er bara alls ekki í nógu góðu standi fyrir þá starfsemi sem þar fer fram og yfir höfuð enga starfsemi. Og nú velti ég bara fyrir mér og vil að þið gerið það líka. Ekki að fara andi í póka, Jón minn, þetta er að ef við mögulega færum skipulega í það að gera við húsið og koma því almennilegt ástand, hvort það væri mögulega að myndi henda okkur undir þá starfsemi sem við erum það með í dag og væri þá jafnilegt að hafa fleira í húsinu. Eins og við höfum oft rætt, þá þurfum ekki alla félagsmiðstöðvar í Fjarðabyggð að geta tekið á móti fullt af fólki, því þar höfum við stóri viðburðir á þeirra vegum, væri þá bara skipulega þar sem við höfum húsnæði í það og við erum alltaf að láta okkur dreyma að koma almenningssamgöngunum okkar í almennilegt horf, þannig að það myndi þá nýtast okkur í það að börnin væri að ferðast hérna á milli fyrir stærri viðburði. Allavega, húsið hverfur ekki þó við tökum starfsemina út úr því og húsið er komin á þann aldur að það er fríðað og við getum ekki látið að hverfa. Þannig að það er ekki okkur til sóma að hafa það eins og er í dag og því leggja til að við hugleiðum þetta og skoðum að alvöru hvaða möguleika við höfum varðandi þetta hús í framtíðinni, hvort sem það verður félagsmiðstöð eða eitthvað annað. Takk. Það verið Pálína, vilja fleiri kveðs ljós? Svo verðist ekki vera, þá ber ég fundargerð íþrótta og tómstundanefndar til saðendar, hún er saðend með 9 atkvæða. Þá er það fundargerð fræðslunefndar með 76, vil kveðs ljós hana. Svo verðist ekki verið í berjandi saðendar, hún er saðend með 9 atkvæða. Þá erum komin liðin almenn mál, þar er fyrst álagningarhlutar útsvars, 2020, bæjarstjóri Karl Óttar Björnsson mæla fyrir því. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er ekki gert ráð fyrir því að útvarshlutfallið breytist á milli ára. Það verður áfram hámarks útsvar 14,52%. Útsvarsheimildir eru áfram fullnýttar til að standa undir rekstri, fjárfestingum og afborgunum í lána í alhluta. Gert er ráð fyrir að laun í Fjarðabyggð hækki í samræmi með almenna launaþróun eða 5,6% frá árinu 2019. Fjarðabyggð er stærsta löndunarhöfn á uppsjávarfiski, sveiflur í veiðum, sölu eða verðum hafa því mikil áhrif á fjárhag Fjarðabyggðar. Gert er ráð fyrir að veiðiheimildir uppsjávarfisks haldist í heild lítt breyttar milli ára. Mat á spá
fyrir hafnagjöldum og útsvarstekjum er varfærin og breyting frá væntri útkomi ársins 2019 því minni en almenna launaþróunin gerir ráð fyrir. Þetta er það sem ég ræddi áðan að við erum náttúrulega mjög mér langar að segja prudent sem er ekki gott orð, við erum mjög varfærin í okkar áætlunum eins og ég fór yfir áðan. Ekki er reiknað með eftir á álagningu útsvars vegna ársins 2019 í útsvarstekjum ársins 2020. Eftir á álagning nam tæpum 104 milljónum króna árið 2019. Takk fyrir. Hvað er Karl? Orðið er laust álagningar hlutfall útsvars 2020. Engin hvaðis ljós, ég ber það eftir samþykktar eins og áður hefur kynnt 14,52%. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér næst liður 11 sem er gjaldskrá fasteignagjald 2020 og bæjarstjóri sömuleiðis mun koma hér upp og mæla fyrir og álagningu fasteignagjald árið 2020. Gjörðu svo vel, Karl. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það er rétt að geta þess að leikur Íslands og Tyrklands er byrjaður. Þannig að ég sé að það er ástæð fyrir því að þetta er bara rokið hérna áfram. Já, ég byrst afsökunar, ég hef verið örstuttur. Þið hafið gjaldskrána í fylgigögnunum ykkar og forsendur hennar. En í gjaldskráni er gert ráð fyrir að fasteignaskattur verði 0,50% af húsnæði og lóðarhlutamati. Fasteignaskattur B verði 1,32 af húsmati og lóðarhlutamati. Fasteignaskattur C verði 1,65% af húsmati og lóðarhlutamati. Lóðarleiga íbúðarhúsnæðis verði 0,70% af lóðarhlutamati. Lóðarleiga atvinnuhúsnæðis 3% af lóðarhlutamati. Vatnsgjald verði 0,294 af húsmati. Holræsagjald verði 0,275 af húsmati. Þetta eru prósentur þar að segja. Ég er eina að flýta mér já. Sorpeyðingagjald verði 14.431 krónu á heimili, sorphreinsunargjald verði 30.406 krónur á heimili. Fjöldi gjalddaga verði 8 mánaðarlega frá 1. febrúar og einn dag verði fyrsti virkidagur gjaldmánaðar. Svo eru hérna reglur alls konar afslætti og annað sem ég ætla svo sem ekki að fara að lesa upp fyrir ykkur. Þetta er allt saman í fylgigögnunum ykkar. Takk fyrir. Takk fyrir, Karl. En svo áður segir þá hefur verið kynnt til að álagning fasteignagjalda, breytingin fælist líka í lækkun holræsagjalda frá þau ári sem nú er og jafnframt þess að bæjarstjóri kom inn á er til að reglum afslátt af fasteignaskatti sem hefur verið uppfærð í tengslum við uppfærslu á jöfnu tryggingasjóði. Þannig að við orðið laustum þessa tillögu, svo virðist ekki vera, þá ber ég hann til saðið þess að hann saðið ekki við skeiðmerki, saðið með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í reglur kjör starfsmanna. Hér er semst lagða fram endurskoðaðar reglur kjör starfsmanna sem byggðar eru á innleiðingu jafnlaunastefnunnar og jafnlaunakerfisins. Eins og menn að sé þá er þetta litlar efnislega eða óverulega efnislega breytingar sem er í þessum reglum sem verið hefur frá því sem áður hefur verið, nema en í því heimildi greiðslu viðbóta kjara rýmkuðar lítið á fyrri reglum en innan þeirra marka ganga ekki gegn jafnlaunastefnu og jafnlaunavottun. Þannig að þetta er raun og vinna sem við erum í tengslum við jafnlaunavottun að innleiða og yfirfara okkar regluverk og reglum og því laða hér fram endurskoðar hafa hlutið samþykki bæjarráðs vill eitthvað þessi hljóðsarreglundar. Svo verðist ekki verið betur sagði það með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 13 sem er heiklif endurskoðun breyting á aðalskipulagi vegna ferðaþjónustu. Eins og mann að sé þá er hér lögð fram skipulags- og matslýsing varðandi breyting á aðalskipulagi sem er í tengslum við uppbygging á ferðaþjónustu við Heikli við sunnanverðan Stöðvarfjörð. Eigna skipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt skipulags- og matslýsinguna og fyrir sitt leyti og vísa henni hér til bæjarstjórnar endanlega afgreiðslu eins og verið hefur. Vill einhver þessi hljóðsum þessa breytingu á aðalskipulagi? Svo verðist ekki vera. Ég ber það eftir samþykktar, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér dagskrá fundar í dag tæmd. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetinu og málefnalegar umræður. Aðeins að minna á að næsti boðaði fundur bæjarstjórnar er 12. desember. Ég ger ráð fyrir einum fundi í desember. Því að þeir voru 3 í október.
3. Nei. Voru 3 í nóvember. Er ég að ruglaðast? Það er 2008. Fyrirgefið 2008. Ég var bara að hoppa. Ég ætlaði bara að sleppa afsækið. 28. nóvember er næsti fundur bæjarstjórnar og síðan 1. í desember. Þá þakka ég hér fundarsettinu og segi fundi slítið.